Hér og eftir segjum við frá baráttu hjónanna á Önundarhorni undir Eyjafjöllum. En þau hafa nú stemt Arion banka vegna gengisláns sem bankinn telur löglegt og vill að hjónin borgi af í samræmi við það. Þau segja bankann sýna sér lítinn skilning en bújörð þeirra varð illa úti í gosinu í Eyjafjallajökli fyrir ári. Pála Kristín Búch og Sigurður Þórhallsson búa ásamt 4 börnum sínum á bænum Önundarhorni undir Eyjafjöllum. Jörð þeirra varð illa úti vegna öskufalls og flóða í kjölfar gossins í Eyjafjallajökli, en hjónin hafa til viðbótar því þurft að berjast við afleiðingar bankarhrunsins. Þau bera viðskiptabanka sínum ekki vel söguna og hafa nú stemt bankanum vegna meintra ólögmætra lána sem þau tóku til framkvæmda á jörðinni. Lögmaður þeirra segir að aðgerðir bankans miði að því að gera hjónin að vinnumönnum bankans þar til hægt verður að selja jörðina upp í skuldir. Helgi Seljan heimsótti hjónin á Önundarhorni í gær. Þegar gos hófst í Eyjafjallajökli fyrir tæpu ári urðu margar bújarðir á svæðinu illa úti vegna öskufalls og ekki síður flóða. Ábúendur á bænum Önundarhorni fengu að finna rækilega fyrir hvoru tveggja. Hjónin Pála Kristín Búch og Sigurður Þórhallsson hófu búskap á bænum árið 1997 og höfðu eitt mikilli vinnu í að byggja upp á jörðinni, ræktað upp tún og stækkað við sig. Þegar svo jökullinn fór að spúa ösku og ryðja frá sér vatni voru hjónin farin að horfa til þess að einbeita sér að rekstrinum. Afleiðingar gossins og ekki síst mikilla flóða og svo hækkunar vatnsyfirborðs í Svaðbælisá eru þær að hreinsa þarf, ræsa fram og rækta upp stóran hluta jarðarinnar. Afleiðingar annars konar hamfara, hins manngerða bankarhuns, bætast svo við baráttuna við náttúruöflin. Hjónin tóku líkt og margir lán til að byggja við fjósið á bænum. Upphaflega var að ræða lán hjá lánasjóði landbúnaðarins en þegar sá sjóður var lagður niður, bauð Kaupþing endurfjármögnun sem að lokum var svo að erlendu láni með erlendu gengisviðmiði. Við hrun tvöfaldaðist lánið og Arion banki bauð hjónunum að setja hluta þess í svokallað biðlán, þar sem lánið kæmi allt til greiðslu á einum gjalddaga eftir 3 ár. Þetta var fyrir gos. Við vorum ekkert kannski alveg sátt við það en létum okkur hafa það því að það var búið að setja þetta svolítið flott upp. Og þá það þannig að hluti af lánunum átti að fara á biðlán og svo átti við að halda eftir skuldum sem þau töldu að búið myndi ráða við. Og við vorum eiginlega búin að ganga að þessu. Þegar gosið skellur svo á okkur þá náttúrulega breytast alla forsendur. Við sjáum það strax í hendi okkar að jörðin er ónýt. Og við gátum ekki hugsað okkur að fara í einhverju uppbyggingu á jörðinni með þetta biðlán hangandi yfir okkur. Við vorum búin að vera í endurræktun, það var búið að breyta öllum túnum hérna og grafa skurði og við vorum farin að sjá fyrir endan á því þegar við fáum þetta hlaup yfir jörðina og stór hluti jarðarinnar lendir undir leirflóði og við vissum náttúrulega strax að túnin voru ónýt. Og svo ekki nóg með það heldur fáum við líka þykkt lag af ösku yfir allt saman. Og við sáum náttúrulega bara strax í hendi okkar að þetta var svona eiginlega náðarhöggið á okkur. Við myndum ekkert ráða við meiri fjárútlát tengdu eldgosi. Við höfðum náttúrulega bara nóg með bankan. Hjónin ákváðu því eftir að dómur ólögmæti bílalána með gengisviðmiði féll í sumar að ráða sér lögmann til að aðstoða í viðræðum við bankan sem hjónin segja að hafi einkennst af skilningsleysi bankans. Þá var sagt að það var ekki forsendur til að gera það vegna þess að þessi lán væri ekki ólögleg. Og við ræddum við þá á þessum tímapunkti líka hvort að þeir teldu eðlilegt að setja þessi lán í svo kallað biðlánapakka með gjalddaga eftir 3 ár og þeir töldu það vera vegna þess þessi 3 ára tími sem þau áttu að vera með lánin í þessum biðlánapakka ætti að nýtast þeim til þess að selja eignir, það að segja bregða búi. Þannig að þau voru sett í það hlutverk að vera bara vinnumenn fyrir bankan. Að sögn hjónana og lögmanns þeirra lagði bankinn fram lokatilboð sitt til þeirra nú í janúar þar sem bankinn stóð enn fastur á lögmæti lánana og fór fram á að hjónin gengju að tilboðinu biðlánið sem þau segja að feli í sér að þau greiði langt meira en hið upphaflega lán. Í framhaldinu ákváðu þau að stefna bankanum. Það 2011 við erum ennþá að eiga í samskiptum við þessar stofnanir sem miða því
að það á ekki að gera nokkuð skapaðan hlut. Fólk á að greiða þessi lán upp í topp. Og það sem að bankinn gerir líka er það að hann tekur ekki einu sinni tillit til þess að mínir umbjóðendur lenda í efnahagslegu hruni, þeir lenda líka í náttúruhamförum, að það breytir engu. En máli það sem mjög einkennilegt í samskiptum bankans við mínu umbjóðendur það að þetta fer allt fram í gegnum síma. Það má ekki gera neitt í gegnum tölvupósta eða hafa neitt skriflegt. Öll samskipti, öll loforð, allar tillögur fari gegnum GSM síma. Sem dæmi þá vilja mínir umbjóðendur meina það að þeim hafi verið lofuð ákveðin lausn í sínu máli sem var síðan ekki staðið við að hálfu bankans og þegar að menn eru beðnir að útskýra hvers vegna ekki staðið við þau lof sem eru gefin, þá bara því svarað að því hafa aldrei verið lofað. Pála segir að þau hjónin hafi vonast til að geta nýtt sér úrræði ríkisstjórnarinnar lækkun höfuðstóls íbúðalána vegna íbúðahúsnæðis á jörðinni. Svör bankans við þeirri beiðni og skýringar hafa komið þeim á óvart. Við erum náttúrulega með íbúðalán og þegar ég heyrði þessi úrræði ríkisstjórnarinnar þá taldi ég að það ætti náttúrulega við okkur eins og aðra og lögfræðin okkar spurði bankan út í þetta og þá fengum við þau svör að þetta ætti ekki við okkur að því að við varum í rekstri. Og mér það algjörlega óskiljanlegt. Þannig að þau úrræði sem ríkisstjórnin ætlaði húseigendum og þau eigi ekki við bændur af því að þeir eru í rekstri á sin eigin kennitölu. Já, þetta allavega túlkun bankans á þessu og við verðumst ekki hafa það að segja. Fyrirsjáanlegt að hjónin þurfi að ráðast í miklar framkvæmdir til að koma jörðin í samt horf eftir hamfarirnar. Bjargráðasjóður tekur þátt í þeim kostnaði en reglur hans eru þannig að greitt fyrir eftir á. Hjónin þurfa því væntanlega að leita á náðir viðskiptabanka síns, Arion banka, eftir fyrirgreiðslu sem þau óttast að geti orðið erfitt. En allavega þurfum við að fyrst að leggja út í kostnaðin og vinnuna áður við fáum það tilbaka. Og þið þurfum væntanlega fyrirgreiðslu til þess. Fáið þið hana? Það hefur ekki reynt á það. Ég reikna ekki með því. Að öllu óbreyttu munu þær reglur sem voru settar síðasta vor af Bjargráðasjóði renna út í apríl. Og þá höfum við ekkert fast í hendi í sambandi við ræktun og að fá bætur út á það. Stuttu eftir að hamfarirnar gengu yfir sveitina ákvað ríkisstjórnin að setja sérstök lög sem kváðu á þátttöku Bjargráðasjóðs í uppbyggingunni. Þau lög gilda þó einungis til 1. apríl og ekkert liggur fyrir framlengingu þeirra enn sem komið Og rétt að taka fram að mest af myndefninu sem við sáum með þessar umfjöllun úr heimildamyndinni Aska sem nú í vinnslu. Og Kastljós leitaði í gær viðbragða hjá Arion banka vegna þess sem framkom í máli hjónanna og lögmanns þeirra og í yfirlýsingu sem að bankinn sendi Kastljósi kvaðst bankinn ekki tjá sig málefni einstakra viðskiptavina en þó var sagt að tekið væri með samræmdum hætti á skuldamálum viðskiptavina meðal annars á grundvelli laga frá því í desember síðastliðnum. Bankinn hefði þannig ráðist í sértækar aðgerðir fyrir á 400 bænda en þeir nytu nokkurrar sérstöðu enda væri skil á milli þess hvort þeir teldust rekstraraðilar eða einstaklingar óljós líkt og hjá mörgum einyrkjum. Að öðru leyti vísaði Arion banki til þess að uppi væri ágreiningur lögmæti þeirra lána sem ábúendur á Önundarhorni hafa nú vísað til dómstóla.